Já, komið aftur sæl og blessuð, velkomin að skjánum. Við erum að fara að hefja 7. umferð annarra deildar Gran Turismo, íslensku mótoröðunar í Gran Turismo 2025 á Nürburgring, Þýskalandi. Sæll Magnús, sæll Sæmi. Takk fyrir stuðið áðan, Sæmi. Mættur strax í spjallið, líst vel á þetta. Vonandi heilsa fleiri upp á okkur, komið með spár. Það er bullandi spenna í annarri deild, eða hvað finnst þér, Jói? Heldur betur. Alla baráttan þarna annarsæti í deildinni. Já. Annað, þriðja og fjórða er í bullandi baráttu. Þannig að margt getur breyst eftir þessa keppni. Og þetta eru náttúrulega 2 sæti sem að, 2 gullmiðar upp í fyrstu deild á næsta tímabili. Já. Og hvað tekur við eftir fyrstu deild? Jú, það er úrvalsdeildin okkar. Heldur betur. Þannig að hérna geta menn nú þegar lagt niður spil fyrir hausttímabili á næsta ári. Ég er nú kannski farin að hugsa svolítið langt fram í tíman, en svona er þetta þegar þú leiðir mér að bladra svona. Já, ég veit það. Yes. En við erum henni komin í bara flott bongo í Þýskalandi, sem er ótrúlegt fyrir nóvember mánuð. Ég hefði svona meira búist við rigningu. Já, kannski úrhelli, jáfnvel. Já, við eigum nú eftir að rísita lobbyinu, þannig að allt getur gerst ennþá. Við eigum eftir að rísita lobbyinu. Fannst það nú reyndar frekar gunnslegt áðan að lobbyið var svipað í keppni og tímatökum, en við ætlum að halda okkur við 1 reset. Það er að segja ef allar stillingar ganga upp í okkur, en það er ekkert víst að þetta klikki. Hilli bíla minn okkur á hérna. Harðu, nú gleymdi ég að segja replay. Segja að þú replay. Herru, ég seifaði replay. Jæja. Kannski delur við fyrir okkur aftur. Já. Kannski ef ykkur heyrir í okkur getur gert það nú þegar hérna. Þannig að við þurfum ekki að bíða eftir mér á eftir. En Hilli var einmitt að minna okkur á hérna, ekki gleyma Hauka á Ellandarík. Já. Takk Hilli, þú ert okkar klettur í þessum útsendingum. En jú, þetta er heldur betur spennandi keppni framundan. Mér sýnist langflesti vera mættir á braut. Mögulega vantar einn ökuþór. Já, vantar hann Sigga Gunnar. Já, Steini var hættur þarna. Já, Steini var búinn að segja sig úr keppni, bara vegna vinnu og annars. En annars er nú keppendahópurinn búinn að halda sér nokkuð vel í haust. Það eru aðeins 2 búin að segja sig úr keppni. Já. Í öllum deildum. Sem að, mér finnst það nú bara nokkuð vel að sé vikið. Yes. Enda frábært deild og frábært samfélag og allt þetta. Ekki skemmtilegra en Gran Turismo samfélagið á Íslandi. Fátt skemmtilegra. Stærsta hermi kappakstur samfélag get ég fullyrt á Íslandi. Þessari eyju. Og mögulega stærsta í heiminum með að við höfðatölu. Já, segðu. Við erum núna flesta alkoholast í heiminum með höfðatölu, það er kannski hérna var. Já, og margt með að höfðatölu. Akkurat. Það er alltaf bara lítill bæjar ekstra með hérna önnur lönd, sko. Algjörlega. En henni í annarri deildinni þá erum við náttúrulega með frábæra styrktaraðila á baku okkur. Við erum með Autocenter sem að sjá bygara fyrir okkur og hafa gert í mjög langa tíma. Þakkum þér kærlega fyrir, tjekkja á þeim. Svo erum við með GT Akademíuna. Þeir eru með gjafabréf, auk kalda og gullfisks. Og já. Já, gullfiskur er nýr spons. Gaman að hafa nýja sponsorinn í dag. Það er nú fínt að vera með harfiskpoka núna. Já, hver elskar ekki góðan harfisk og smá smjör. Góðan harfisk í hérna innrúmi. Náttúrulega. Kannski ekki á göngu með 100 manns. Nei, í flugvél, ég hefði nú ekki á því. Já, í flugvél. Ég var alltaf í göngu daginn og það var eitthvað fremst í röðinni sem var með harfisk. Það fengu allir að smakka þann daginn. Já, ekki. Ef þú vilt ekki deila harfiskinu þínu, þá opnar ekki pokan í kringum aðra. Það er gullna reglan í þessu. Það er gullna reglan. Svona, já. Gullna reglan bak við gullfiskinn. Svona deilunum, hvort sem að fólk fær sér eða ekki, sko. Þú myndi alltaf deilunum einhvern veginn.
ekki nema eitthvað sem kvef, en hvað það? Við erum að fara að byrja þetta. Önnur deildin hafi í huga, það Grétar, Valli og Hugo sem að berjast sæti í fyrstu deild fyrir næsta tímabil. Hannes, er ekki vongur fyrir þessa keppni á súbrunni sinni, en nú með gott forskot í stegakeppni. Hvernig forskoti? Hvað, eiga þeir séns saman fyrir neðan? Þeir eiga séns, en það það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að Hannes tryggir sér ekki sigur á tímabilinu. En við sáum það nú í formúlinu núna helgina, það getur allt gerst. Það getur allt gerst. Heldur betur. Það ekki öll von úti. Kannski Hannes taki McLaren á þetta. Sleppi hörðudækjunum og taki bara medium og soft eða eitthvað. Disqualified. Bara soft eða eitthvað. Nákvæmlega. En við ætlum að fara að byrja þetta. Svers. Herðu, ég ætla jafnvel að gerast það svo djarfur að skreppa klósettið. Já. Ég held upp í lífi og fjöra með hann. Ég reynið allavega. Ég hef enga trú á öðru. Grétar hefur lært af frænda sinum og hann fyrstur á braut. Nú hefur verið að æfa refresh takkan fyrir lobbyið. Gott að fá svona smá ferskt loft. Ég hef nú séð lítið á spám hjá spjallinu hjá okkur. Það komið nú með eitthvað spám. Það verður nú eitthvað líf og fjör í þessu. Adna, Hilli, leið og við sleppti orðinu. Þannig að það tímataka, Hugo, Danni, Jón Vaf, póltími 1.57.742. Keppni, Hugo, Danni, Pálmar. Fastest lap 1.48.684. Pálmar og 12. ring. Most positions gained, Pálmar +3. Já, hann segðan að það lyfjapróf, það eru miklar líkur á disqualification. Átt þú nú ekki að vera að keyra? Ég sé að þú ert ennþá í pittinum hérna á hörðudekkjum. Þarna. Já, þú ætlar bara út á hörðudekkjunum. Það ekkert annað, þú ætlar að gefa okkur smá spennu í titilsbaráttuna. Og láttar aðtekt. Ef það væri nú ekki loka fyrir það, þá getum við kannski búið til einhverjum reglu það. Það kannski eitthvað fyrir næstu keppnistjórn að búa til. Hver veit. Það allt opið. Það náttúrulega núna áramótin, þá náttúrulega erum við að fara í gang með kosið í alls konar stjórnir og það er með keppnistjórn sem að fara gera test og fleira. Og koma með hugmyndir og ákveða hvernig stillingar og lobby og keppninar hjá okkur verða. Þannig að ég spenntur fyrir því. Algjörlega. Þú spenntur fyrir því, Gunnar? Já, algjörlega. Ég bara því fleiri hugmyndir, því betra. Nákvæmlega. Nákvæmlega, sko. Ekki það ég viti nákvæmlega hvað varst að tala um, ég var bara dett inn. Já, þú varst ekki með mig í eyruna á dollari? Nei, ekki í þetta skiptið. Ekki í þetta skiptið. En heyrðu, erum við að sjá Grétar númer 2 hérna í kvöld? Mér sýnist það. Nei, bara því að Jón B. var merktur Grétari hérna í opnumdeildinni áðan. Já, þú meinar. En Hannes, hvað er hann fyrstur? Nei, hver er fyrstur? Hannes Grétar er fyrstur á braut, en Hannes er úti á hörðudekkjunum. Nú? Já. Hæ? Hann ætlar að gefa okkur spennu í titilsbaráttuna, gerir ég ráð fyrir, en ég sannlega ekki dýrar en ég geti það, sko. Kannski var hann að hlusta á mig áðan þegar ég var að tala. Já, hann var hérna í spjallinu að segja að það er lyfjapróf, þá eru miklar líkur á disqualification. Já. Þá allavega ef þú ert að hlusta á Hannes, þá bið að heilsa þér og hörðudekkjunum þínum. Já.
Sjá hvað Gretar gerir hérna á sínu fyrsta heita hring. Sör. Hann að koma hérna í síðasta síkeini. Hefur þetta síkeini eitthvað nafn? Og svo góður í þessu nöfn. Heyrðu, 13-14. 13 og 14. Ég veit ekki á hverju, ég þekki ekki nöfnum á þessari braut. Ég þekki hérna Schumacher S-in og fyrstu beygina ég er búinn að týna því. Já. Gretar hérna, síðast að vera fínur hring, 58-3. Já, það er flottur hringur. Hugo var nú að setja góða tíma, hann er búinn að gefa svolítið í hraða. 58-5. Bergur 2-0-0. Eiríkur Ingi 59-1, hoppar upp fyrir Berg. Danni skellir sér á doppinn. 54. Hann er að sýna Ferrari hvernig á að gera þetta. Já. Jónatan 2-0-0. Valli Matt. Hann er á góða hring síðan þess. Já, 56, hoppar upp í fjórða. Pálmar henni upp í fjórða. Jón Valdimars með refsingu. Bætis ekki mikið með hana. Hvað gerist ég á Adda? Hann bara bett út á, það er eitthvað að klikka í honum Rikki síðan þess. Hannes á hörðudekkjunum. Ótti hoppaði bara beint inn í bit. Sennilega í einhverju vandræði með stýri. 2-0-5. Jón Valdimars með refsingunum sína. Þetta var dýr refsing í honum. Það er ábyggilega að vera betra fyrir að bara, breytir svo mikið úr þessu. Já, fer eftir hvað þú nær því hana. Já, og þó. Það sé ekki alltaf skynsamlegra að fara bara inn í pit, byrja aftur. Já, sennilega. Og þegar hringurinn sem hann fekk refsinguna á telur náttúrulega ekki og hérna, þá styttra að hoppa bara inn í pit og fara beint út aftur. En við erum að tala samt að þótt að Danni sé með flottan tíma og er hérna nánast sekundu undan Gretari, þá hefur þetta bara dugað í 4. sæti í opnudeildinni. Já, ekki smá hraðið af þeim sko. Ekki langt frá það að bæta sig við Gretar. En ég held að þeir eigi nú báðir inn í hérna Bísik bræður. Hugo yfir línuna tekur. Provisional pole. Yes, með 25 Hver á þá næstur hérna yfir? Bergur bætir sig, Eiríkur bætir sig. Danni bætir sig ekki. Jónas, hann bætir sig. Jónatan bætir sig upp í 9. Valli Matt bætir sig ekki. Pálmar Henry, hann bætir sig. Ekki náttúrulega hoppa upp. Hver er hann að koma síðastur? Það er Jón Valdimars. Búinn að taka út refsinguna. Hann er þá að hefja nýja hring. Já, sinn fyrsta hreina hring í rauninni. Já, akkurat. Komið flotta tíma, 47.465. 57.465, ætlaði að segja. En mér finnst þetta svolítið magnað að tímarnir, að eftir 3 tímarnir í opnu séu hraðari heldur en eftir tímarnir hérna. Akkurat. Þetta er nú bara rétt að byrja. Já, hann er samt ekki mikið eftir þetta. Nei, alltaf sé ekki 2 heitir hringir hjá flestum. Það er nú svolítið nálægt hvort öðrum hérna Pálmar Henry og gæti endað í smá annarkvort þeirra þurfa að gefa eftir. Já. En svo hvað þetta er, kannski er þið bara að báða með að svipa hraða. Ná þessu upp. Já, það er mjög líklegra til að skemma fyrir þér eða þú ert nálægt öðrum ökumanni heldur en að þú græðir eitthvað. Já. Nema þú sért að Monza kannski. Akkurat. Þetta er með þetta háhraðabeygjur í bland við lághraðabeygjur, þannig að þetta er ekki gaman að vera í draftinu. Gretar að koma í línuna, hann er ekki að bæta sig. Og Hugo næstur. Ekki að bæta sig. Hver á þá næstur eftir þeim hérna. Bergur með refsingu. Já, þá er Bergur bara búinn. Hann bæti sig ekki. Jónas. Hann bæti sig, hoppar upp fyrir Vala Matt.
Jón Anton bæti sig ekki. Danni bæti sig ekki. Valli Matt bæti sig, hoppar upp í 5. Pálmar Henry bæti sig en ekki nóg að hoppa upp. Jú, hoppar ekki upp fyrir Gretar. Já, hoppar upp í 3. Þetta aðeins að þeir eru aðeins að saksa bili hérna á Hugo og Danna sem að virðast verið í sérflokki. Já. Jón Valdimar sömuleiðis hoppar upp í 4. sæti. Við sínum fyrsta hreina hring. Og þá er spurning, ætli það sé ekki bara Arnar og Hannes sem að ná öðrum hring. Já, Hannes náttúrulega á hörðudækjunum, hann er nú ekki að fara að byrja ofar en það sem hann er. Já, hann heldur þessu áfram. Addi bæti sig, 2.17. Gretar nær öðrum hring. Heyrðu, hann rétt hefur það. Já. Hugo, hann bæti sig ekki á síðasta hringnum. Eiríkur Ingi næstur yfir línuna. Bergur bæti sig ekki. Hoppar svo ekkert upp. Þá er þetta flakk. Anton. Já. Hann bæti sig. Hoppar upp um 1 sæti. Danni bæti sig ekki. Valli Matt upp í 3. Heldur betur. Þannig að við séum Hugo vera að renna sér úr greipum. Svo er það bara Jón Valdimar síðastur við línuna hérna. Bæti sig ekki. Þá er bara Gretar. Já. Þetta var mjög þægilegt af því við sá það sem voru að koma inn í beygina í hvaða sæti við voru. Inn í síðustu beygju. Já. Já, í viewinu hjá þér. Já. Okkur er þetta ekki bara... Já. Maður veltir sér ekki upp úr þessu og mikið. Nei, það var fínt að hafa tölur á mínumappinu þarna uppi, þá getur maður bara... Já, það væri flott. Eða bara að maður myndi fletta eftir ökumennum á braut. Já. Yes. Gretar er ekki að bæta sig. Næ. Þá erum við eiginlega komið með röðina. Hugo, Danni, Valli. Fyrsta, annan og 3. Hugo með 3. Annan pól eða ekki. Hann er búinn að taka pól áður. Þetta er runni í öfri röð með við stigatöflu. Já, Addi var á hring, hann var að bæta sig núna, 2-2. Já. Hvar er nú Hannes? Hann er ennþá að hörðudækjunum en það í 11. sæti. Já. Og Gretar bæta sig ekki. Svo við var að búast. Þar eru það, Hugo í fyrsta með 57.4, 6.5. Danni ekki langt þar á eftir, 2500 á eftir honum með 57.4 og 90. Og svo Valli Matt, 3. með 57.996. Rétt rúmlega hálfri sekundu eftir fyrsta og öðru sætinu. Og það er rétt, við vorum með svolítið betri tíma í opndeildinni áðan. Já. Það var stráðan, við verðum að fara að gefa í. En svo er spurning með vindátt og annað. Það veit ekki. Það er rétt. Það er rétt. Og svo erum við Pálmar Henry í 4. Jón Valdimars í 5. Gretar í 7. Jónas í 7. Eiríkur Ingi í 8. Jón Anton 9. Bergur 10. Hannes 11. og Addi í 12. Það er nú fróðlegt að sjá Hannes vinna sig upp í gegnum þennan pakka. Á eftir. Já. Ég tók ekki mynd af niðurstöðunni, erstu með þetta? Heyrðu, ég er með þetta. Hvort með þetta? Ég er bara eiginlega fljótur á mér hérna fyrir þig. Afsakaðu mig. En heyrðu, við fyrir bara hérna á
að hlaða inn nýju veðrakerfi. Já, Vonandi. Rigningardansinn. Sjáum hvort við verðum áfram í bongo eða ekki. Heyrðu nú mig. Þarna, sko. Heyrðu nú mig. Þetta bara gult og bleikt, sko. Takk allir sem að dönsuðu rigningardansinn. Ég myndi að skoða hérna veðrið síðasta klukkutíman og það eru svona bakkar eins og var áðan. Okay. En verri bakkar með þessu gula hérna og bleika svona aðeins inn á milli, svolítið vel gult. Það er blaut braut. Og menn eru hérna, þetta er intermediates. Það er rigning. Þetta er intermediates eins og er. Já, en það er ekki rigning, en það er intermediates bleita á brautinni. En það er nefnilega málið, það veit enginn hvað er að fara að koma. Nei. Menn rétt svo fá nokkra mínútur til að kanna aðstæður, testa dekkin. Það er ekki rigning, en það er búið að vera mikið að bakkum í kringum brautina. Já. Og eins og ég segi, alveg gult upp í bleikt. Þetta gula og bleika er, ef ég mann rétt, það er alveg vettsrigning. Hún er bara svona í skýjaköflum á brautinni. Já, þá er spurning. Þetta verður nú kannski aðeins meira trikki fyrir Hannes að vinna sig upp þennan pakka. Já. Með þetta viður. Vá, hvað ég er spenntur. Loksins. Loksins. En ég þetta ekkert aukumennin á braut. Nei, ég hugsa að Hugo sé að bölva við okkur núna maður. Já. Á pól. Svona, ég er búinn að stilla upp grittinu, ég ætla bara að lesa þetta upp fyrir sjálf mig. Hugo, Danni, Valli, Pálmar, Jón Valdimars, Grétar, Jónas, Eiríkur Ingi, Jón Anton, Bergur Geirsson, Hannes og Arnar. Bergur og Valli hérna ennþá í pittinum á hörðudækjum. Já. Bergur komin á intermediates. En Valli Matt hérna ennþá. Nú að voru að hann ætla ekki. Var hann að hoppa á braut eða var hann að fara út? Fór ekki lobbyið. Já. Hann er ekki á braut allavega. Komin á braut. Komin á braut á Inters. Já. Og það eru allir á Inters. Já. Já, bói. Þetta verður eitthvað. Yep. Og við erum náttúrulega með gridstart. Alveg örugglega. Leðum mér að doppeltjekka, jú, við erum með gridstart. Já, Eiríkur ekki hérna að menna á að fara að valja inn í fyrstu beygju. Og náttúrulega með hairpin beygjuna hérna í fyrstu beygju. Með þessara hæðibrætingu hérna alveg við Apexið. Algjörlega, Sem við fyrir bara að byrja getur verið hættulegt í þurru, þannig að hvað þá í bleitu sko. Þetta er betur, það voru nú samstuð hérna í opnudeildinni áðan í skraufa þurru veðri. Já. En við byrjum þetta. Loksins kom nóvember til Þýskalands. Heldur betur. Rigning, kalt, lítið grip, blautar viðraðstæður fyrir intermediate stack. Við erum með Hugo og Pól, Danna í öðru sæti, Valla Matti í þriðja sæti. Þeir Hugo, Valli og Grétar að berjast sæti í fyrstu deild. Byrja auðvitað með hvernig þeir eru í stígatöflunni. Við bíðum eftir ljósunum. Bíðum eftir að 5 ljós kvikni og slökni í kjölfarið. Það er eitthvað sem þjóðstartar þarna fyrir aftan. Danni með frábær start á Ferrariinum að innanverðu, það er spurning. Nær fólk að ná menn að halda sínum bremsupunktum. Pálmar hérna að innanverðu á Valla síðan. Sýnist þetta sjáflast svolítið vítt með lítið grip. Og Valli tapar nokkru sætum hana. En nær góður recovery er í fjórða, missir 1 til Pálmars. Fer nú þokkalega vel hérna á stað hjá þeim. Já, þeir eiga mikið hróskilið fyrir að gera clean hérna. Svolítið svona kassa hérna hjá þeim, en svona, allir allavega að stefna í rétt átt á brautinni. Algjörlega. Smá samstöðuna milli Grétars og Bergs. Grétar tekur hérna
inn í rílinn á Berg en endar á utanverðu í næstu beygju sem að breytir síðan í aftur utanverðu inn í herpin beygju 7. Annars nokkur jafn bíl hérna á milli topp 5. Það aðalega barátta hérna fyrir aftan 5. sætið og niður úr. Já, mér langar bara að hrósa þessum fagmönnum fyrir að Já, ég var að hugsa það sama. flottan akstur á fyrsta hring. Ótrúlegt að þið stefni þá allir í rétta átt hérna á þessari braut sko. Já, Í þessum ástæðum. menn örugglega mikið búið að æfa þessar aðstæður. Grétar stíkur sér hérna aftur inn á Berg. Bergur verður vítt. Pálmar að sína sig hérna inn á Hugo líka í baráttunum annarsæti. Eiríkur að koma hérna inn á. Já. Það flottur framrækstri. Og þá hvar bremsupunkturinn hérna? Margir sem að bremsa frekar snemma bara til að vera alveg öruggir. Bergur tæpur á snúa bílnum. Sýnist Pálmar vera hérna aðeins að narta í hann Hugo. Við prófum fyrstu beygðina aftur. Já, bara nokkuð clean. Já. Jón Valdimars brjálaðan fyrir átt að sig líka. Hugo aðeins búinn að sækja Danna hérna aftur. Grétar að ná hérna í skotti á Jón Valdimars. En allir snúðið að beint, enginn búinn að gera stór mistök. Já. Ég svona átti frekar vonaði að vera kjaftstopp út af hérna... Út af kaosi. Út af kaosi, já. Já. En þetta sýnir bara hversu flottir ökumenn þetta eru. Sem að keyra í þessum deildum hjá okkur. Heldur betur. Menn ekkert að djóka hérna. Og þeir eru ennþá bara nokkuð líndir hérna. Efstu 3, Danni náttúrulega með frábært. Lons á línunni, ég veit ekki hvort þú segir replay af startinu. Jó, ég segi það. Við kannski bara hendum í það einhvern tímann. Þetta nú frekar rólegt núna. Já. Skellum okkur hérna á miðjupakkan. Nú þarftu að exita replay held ég. Á hvernig það fara? 2, Hugo. Hraðasti hringur. Hraðasti maður á braut sýnist mér. Hann að gera allir á Danna. Inn í fyrstu beygju. Nála bremsun og sama. Danni fyrir djúpt. Mjög djúpur. Það hann að halda Pálmari fyrir átt sig, já, hann því. Og ef þið horfið niður kæru áhorfendur í vinstra hornið sjáið þið að blái markirinn að detta niður fyrir næst neðsta strikið sem þýðir einfallega að slikkdekk eru að fara að verða möguleiki. En náttúrulega allir kantar og gras með bleitu Valli Matt að næla segja hálfa sekúnda penalty. Já. Það getur alveg dýrt. Heldur betur. Það mitt myndast svona þurr lína á brautinni, bara aksturslínan. Maður sér hann á svona aðeins núna. Þannig að ef menn ef fara út úr henni þá bara bleita og vesen. Jep. Já, mjög mikið vesen. En það spurning, hver lætur vaða fyrstur manna að fara á slikkdekkin? Þau eru nú, ég segi bara þau eru hraðari leiður komið neðan fyrir strikið. En svo lengi sem þú heldur þér á þurru línunni. Pálmar henni soldi hérna við erum í S-onum. Spurning hvort hann fær eitthvað afsíku, já. Valli Matt beintur aftan hann líka með afsíku, það svo sem gott fyrir hann, Pálmar. En
Jón Valdimars, já, Valdimar tekur þetta út. Já, þeir taka þetta út báðir. Nei, ekki Pálmar henni. Nei, ekki Pálmar henni. Já, Jón Nei, Valdimars. ekki Jón Valdimars heldur. Já. Þeir hafa fengið refsingu kannski bara í sömu beygju. Já, Jón Valdimars kom fram og vala mat. Já. Heyrðu, Hannes ennþá aftastur. Nú. Hann greinilega ekki að fíla sig hérna. Danni, hann tekur sénsinn. Danni tekur sénsinn. Ánægður með hann. Ég hefði nú tekið 1 hring í viðbót og svo farið inn. Já. En Sólin að koma út. Þið sjáu það bara hérna. þá þóttu nú hratt. Þarna er hratt brautinn. Já, þetta er komið niður fyrir strikki svona að mestu leyti. Já. Og þegar sólin kemur út þá fellur. Já, þá gufar vatnið upp mjög hratt. Við erum með 5 sinnum tímastillingu, þannig að þetta gufar 5 sinnum hraðar heldur en eðlilegt er. En svo er þetta líka svona braut að það eru svo víðar og mikla línur í henni, þú veist, það er svo breytilega línunar. Já. Að Það er bara gæti þess að fylgjast með orðið- Danna. það gæti orðið erfitt bara að halda sér inn á þurrlínunni. Já. Núna held ég að Strólan komi inn. Danni var hérna aðeins að leita sér að þurrulínunni. Það er ekki alveg viss hvað það væri, en sýnist hann vera á henni núna. Svo er einmitt svo skemmtilegt við þurrlínuna þegar hún nærð næsta manni að komast fram úr honum. Það er alveg Já, hausverkur út af fyrir sig, sko. Nei. Það er alls ekki hlaupið að því. En það Nei, verður ég- alltaf meira og meira freistandi með hverjum hringnum. Já, þetta er betur. Og oft þarf það að skella þér út í blautu línuna aðeins til þess að ná fram úr. Já. En nú fara Pálmar og Jón Valdimars að taka út sína refsingar. Ég veit nú ekki hvort þeir munu missa sætin sín. Það er það langt bil á milli manna. Þeir eru mjög nálægt hver öðrum hérna allir ennþá. Miðað við. Danni er strax kominn í 40 sekúndur á Hugo. Og Jón Valdimars að taka út refsinguna. Og Valli Matt nær honum ekki. Jó. En Gretar nær hann honum líka. Nei, þú veist aðeins meira upp á. Já, Bergur Geirsson snýr hérna og kannski setur replay markir. Nei, hörru, og þeir halda allir áfram. Þeir halda allir Hugo fer inn. Hugo fyrir inn. Og Pálmar Ég hef nú örugglega gert það sama. Valli heldur áfram. Jón Valdimars líka. Já, og sjáum það líka bara á intermediate-stekkjunum að þau eru orðin hálfslindin. Ef ég kíki á Danna síðan. Já, hann er miklu hraðar en fremsti maður. Og Valli Matt djúpur hérna. Intermediate stekkin. Spurning hvort að þessi fremstu þrír hérna hafi bara verið svo uppteknir að því að vera í slag að hérna, Það gæti alveg verið Gretar þá komin hérna. Uss. Ekki gleyma að Gretar og Valli Matt eru í miklu barda í stigatöflunni. Og heldur betur. Fara hérna hlið við hlið inn í beygju 5. Þeir eru áfram hlið við hlið og eru nú ekkert að græða neitt tíma á þessu. Nei. Eiríkur Ingi spinnar hérna líka á hörðudækjunum. Tekið eftir. Ætla þetta verði þá ekki bara að Strólan öll á hörðdekk til enda núna eftir pittin. Jú, mér finnst það líklegt. Ekki Fyrst nema að að sólin er komin út. Já. En það getur svo sem komið önnur dempað eins og þú segir. Já, en þeir þurfa náttúrulega að taka hörðudekkin. Já, þessi sem er á intermediates. Já, bara allir. Já. Já, ekki nema að komið önnur dempa segi í lokin. Þá neyðast menn nú á blöðdekk. Akkurat. En þeir halda nú bara áfram að berast hérna. Strákarnir. Ég veit, það er spurning hvort það hefur bara verið svo uppteknir að því að vera í slag, það hefur bara gleymt að fara inn. Það geti alveg verið. Maður hefur nú alveg lent í því. Já. Sér það hérna er að kæla dekkin. Og nú hljóta þær að fara inn. Já, Danni hefur ekki náð að vinna upp fórskotið á Hugo. Hugo kom út 8 sekúndum undan Danna. Bara svo það sé á hreinu. Það kom þær inn, já. En ég held að þær hafi tapað svolítið á þessu. Já, ég er hættur um Hannes það. ennþá hérna á intermediates líka. Og Bergur. Fyrir inn. Já, Bergur gerði mistök hérna. Ég veit ekki. Nei, hörru, Pálmar henni að stíka sér hérna fram. Hugo hefur gert ykkur mistök. Það er bara á hreinu. Ríplið á þetta.
Spennir hvort það hefur náð því. Það var að taka út refsingu. Já, ok. Það eru mistök, I guess. Já. Vissulega. Einhverju leiti. Þetta færi Danna aðeins nær honum. Já, en þá er Pálmar henni í fyrsta. Já. Heyrðu, Pálmar henni í fyrsta? Já. Það hefur greinilega ekki verið að virka nógu vel hjá Danna að fara hana einu hring á undan inn. En sjáðu, Pálmar tekur mediumdekk. Já. Það gæti orðið dýrt fyrir hann. Það gæti nefnilega orðið dýrt. Sem þýðir að hann þarf að pitta og taka hördekk. Og hann ætti nú að vita af því að þetta var umræða í öðru deildarspjallinu bara í dag. Já. Og ég held að þú hafi leitt þá umræðu. Já, að svara þeirri fyrirspurn, hvort að menn þurfa að taka hördekkin. Þannig að nú þarf Hugo bara að halda í hann, sleppa hann mikið frá sér í pitt. Það ætti nú að gera það. Og Pálmar sé á hraðar dekkjum, en við sjáum það hérna, Gretar í fjórða. Já. Þannig þetta þeir halda sér hérna saman menninir sem að berast fyrsta deildarsætið. Já. Þannig að þeir eru bara í nett fyrsta, öðru og þriðja þegar Pálmar henni er búinn að taka hörðudekkin að fara inn og taka hörðudekkin. Jón Valdimars með 3 sekúndur og sannlega pittracing. Það var svolítið, já, Hugo er hérna ekki að sleppa takkinu á Pálmar henni þó hann sé á mediumdekkjunum. Úff, hvað er að taka kantana grimt. Já, Pálmar bara svaðalegt slæt þarna út úr næst síðustu beygju. Það er spurning hvort að Hugo nái þá að læna þessu upp. Það myndi gera mikið fyrir Hugo að ná sigri í þessari keppni. Hann er aðeins lengra fyrir aftan Gretar og Valla. Já. Já, voru ekki einhver 5 eða 7 stig eða eitthvað upp í Gretar og Valla. Svo voru bara einhver 2 stig á milli þeirra. Eitthvað þar í kring. Heyrðu, nei, það er öfugt. Það eru 7 stig á milli Gretars og Valla og svo 4 niður í Hugo. Já. En enga á síður, þetta er náttúrulega mikilvægt fyrir Hugo ef hann vill ná Gretari. Heldur betur. Þeir þurfa að keyra aðeins öðru í sér línur hérna. Já, en svo náttúrulega vita eins og Hugo, Valli og Gretar ekkert af því að Pálmar henni á mediumdekkjunum og ætti að taka hörðudekkin. Nei, svo er það. Hugo er bara á útofnu að reyna að ná honum. Já, og skilur kannski ekkert. Ákveð hann er svona hraður. Já. Ég held að sé fátt eins frústrerandi og vera í þeirri aðstöðu. Það heldur betur. En þetta getur líka fengið menn til að finna tíma. Akkurat. En þetta getur líka kallað á mistök að vera að pússa. Algjörlega. Hvað þá í svona aðstæðum og hún kom hérna bara að setja fast slapp. Já. Ég kalla á Djarfa að taka hérna kantana í Schumacher-essunum. Heldur betur. Annars er nú lítið að vera á braut þannig. Já, það voru aðalega Jón Valdimars og Jón Anton hérna hálfsekúndu á milli þeirra. Það voru aðalega Eiríkur og Bergur sem að lentu illa í rigningunni, snéru hana. Já. Og nýkomnir út á hörðudekkjunum. Já, við vorum með rífleg markir að því en við tókum hann, settum hann á eitthvað annað. Já. En það er alltaf hægt að skoða það í replayi líka. Það er Jón Anton mjög nálægt Jón Valdimars hérna, ætlar hann að hengja sig við utanverðina. Ekki að sinni. Nei. En þá er það bara næsta beygjan. Jón Anton með svakalegt rönn inn í síðustu beygjuna. Sem að gefur Jón Valdimars þó betri aðslögin í fyrstu beygju sem er óumdeilanlega betri framur aksturskostur. Og Jón Anton missar hann aðeins út. Heyrðu, Jón Anton er líka á mediumdekk. Já, eru fleiri á mediumdekkjum? Nei. Það er bara Pálmar og Jón Anton. Þannig það er spurning, voru þeir aktífir í spjallinu á Facebook í dag? Þarna var eitthvað að gerast, Danni var að detta niður fyrir Jónas. Já, það er rétt. Við náum sér replay. Kannski lengsta
Já, Danni fyrir vítt. Út í bleituna. Já, tapar einu seti. Verð þá að dragast inn í baráttuna á milli Jón Antons og Jón Valdimars. Yep. Og Jón Anton alltaf á medium dekkjum, þannig að ég held að Danni eftir að svitna svolítið næstu beigur. Veistu að þetta er svo spennandi að YouTube-spjallið er dautt. Það er hárrétt. Þetta er líka það spennandi að fólk gleymir að íta á like. Já. Þannig að þeir kannski náðu ykkur niður með að íta á like-takkan, ég veit ekki. Það er nú samt bara eins og það séu 4 hérna í spjallinu. Ég veit ekki hvort þetta séu kannski bara eitthvað glits í tjattinu. Það voru 30 áðan, hvað er allt fólki? Ég segi það. En Pálmar... Utavæðina á Danna. Já, Pálmar alltaf mitt í þeim. Vittu, var Jón Anton að ná fram úr Danna? Já, út úr Schumacher-sonum. Ok. Já. Jón Anton alltaf á mediumdekkjunum. Já. Maður gleymir þessu jafnóðum og maður segir þetta. Akkurat. En baráttan er svona ekki búinn, hann er... Herðu, og Jón Anton fer inn. Hæ? Nú? Af hverju í ósköpunum? Akkurat. Fyrst þú varst með mediumdekkin undir, notaðu þau. Nei, já. Maður getur gert ótrúlegustu hluti í keppni. Það er svo að séu bara 4 og... Nei, núna er 26 þetta. Já, það er bara, hefur ekki verið að uppdatast. Spjallið hjá mér. Það er búið að vera að tala álega hérna á fullu. Já. Ég bara jankaði því sem þú vorst að segja. Já, menn eru búin að dansa rigningadansinn og ég veit ekki hvað og hvað. Já, það er að hrannast inn like hérna á streymið. En já, ég held að þetta verði dýrt fyrir Jón Anton, því miður. Já, ekki bara dýrt að pitta núna, en það er náttúrulega dýrt að fara á mediumdekkin. Taka auka pitstop á óþörfu, en Pálmar Henry á einmitt eftir að gera það. Hugo heldur ennþá þokkalega vel í Pálmar. Ég er ekki nema bara rétt undir 2 sekundum en það er réttur á hann. En Pálmar tók hraðasta ringinn á síðasta ring. Já. En ég hugsa hann verði nú sleginn með að hvað brautin er á þarna aðstæður að vera betri og betri. Já. Ég á ekki trú á öðru. Bergur og Eiríkur hérna í baráttu. En það eru komnar einhverjar spár hérna. Magnús Árna, Hannes Jónas Hugo, Jökull, Hugo, Danni Gretar. Binni hérna að benda á að blóðþrýstingur hjá mér er sennilega eitthvað mjög lár. Andartaktinn. Það er örugglega lár, ég veit ekkert það. Addi á hörðudekkjunum bensínlaus. Það hafi gleymt að taka bensín. Hann er ekki bensínlaus, hann er bara með 2 lítra tanknum hérna í pittinum. Kannski langaði hann bara að keyra mediumdekkin eða softdekkin. Já, akkurat. Halda sig við þurra strati. Já. Veit. Pálmar hérna að bæta tíman sinn hálfa sekundu. Hann er greinilega dottinn í gír. Brautin líka. Þótt að þessi ennþá smá raki á böttunum. Já, Jónas að keyra hérna vel. Hann er að koma með smá bil í Danna. Smá bil niður í Jón Valdimars þar fyrir aftan líka. Hannes hérna í 8. Hann er nú aðeins að vinna sig upp.
Annars er bara eina barðan á braut Bergur og Eiríkur hérna og Eiríkur er hérna það er inni við utaverðina, ætlar hann að taka svitsarúi. Bergur lokar aðeins og seint. Já, Eiríkur sér að sér. Já. Slær af, slá báðir af. Sagði ekki fagmenn. Þetta betur. En þá höldum við bara að fylgjast með þessu, þetta er. Já. Það er spennandi barátta. Mercedes á móti Renault. Jep. Já, Arnar kemur út á softdekkinu. Fyrir aftan það félag. Hann á sér í hraðasta hring. Það geti vel verið. Eiríkur svolítið laus hann út. Jónas aðeins að saksa á Grétar hérna. Komið undir sekundu. Já. Kíkjum á það. Já, Jón Valdimars og Danna líka. Danni hefur gert ykkur mistök. Þannig að þetta er alltaf fara af stað aftur. Sýnist Jón Valdimars vera aðeins betri dekkjum en Danni. Líklegri bara átt þar á ferð. Já, Danni voru náttúrulega aðeins fyrir inn. Já. Já, ég held að Danni hérna myndi ná að nýta sér þetta betur áðan. Já. Það hefur kannski verið bara alveg á mörkunum að vera nóg. Já, og svo lendur þú kannski bara eitt í blötu línu og tapar nokkrum sekundum á því og þá er forskotið farið, sko. Akkurat. You win some, you lose some. Nú er Jónas og Greta mjög nálægt hvor öðrum. Og sömuleiðis Jón Valdimars og Danni. Fylgist með Gretar og Jónasi. Basic Racing á móti Kalda. Mikilvægt stig í húfi fyrir Gretar. Já. Þótt hann sé með 7 stiga forskot þá tekur það enga stund að fjara út. Þetta betur. Hvað þá með það sem hann er að berjast við fyrir ofan sig. Algjörlega. Hvað þá ef Hugo vinnur, og Gretar endar í 3 þá er jafnir hérna, nei. Ef að Gretar vinnur. Og Hugo vinnur er hann þá ekki jafn valla matt. Jú, það var hann jafn valla matt. Og Greta þá með 2 stig á þá. Nei. Nei. Ég veit það ekki, maður. Ég er ekki nógu góð starfa. Það var ekki svo að rekna punktinu. Ég þarf að vera með reglum. Heyrðu. Jónas. Gretar hana. Stingur sér að einaverðið hana. Og er ennþá með einaverðuna fyrir herpinni. Gretar hengja sig út af verðina. Nei, hann ætlar að reyna að koma undir hann. Tekur grasi í staðinn. Smá drift. Danni sér þetta. Nálgast á ófluga. Þar að leiðandi. Engi breyting á toppnum. Höldum áfram að fylgjast með Gretar og Jónas hérna. Já. Arnar með hraðasta hring 1.59 4. Laglega gert. Skellti sig í fast lapp. Það er 1 stig. Heldur betur Hannes ekki að finna sig 11. sæti. Já. Heimi, skelltu þessu í chati. Gretar, Jónas 12. hring. Þannig að við munum þetta eftir. Vilmar er að biðja með það replay. Og þá er Danni kominn í slaginn.
Svona svipaðist aðeins annað, mér finnst Grétar fara vítt líka. Hörku slagur hérna. Það spurning hvort að Pálmar gerir sér grein fyrir að hann þarf að nota hörðudekkin. Já. Hann búinn að keyra á þessu mediudekki svolítið lengi. Það lítið eftir aðeins hjá hann. Já, hann rétt rúmlega hálfnaður með vinstra framtekið. Já, og svo er það spurningin hvar cut-offið sko, hvar Danni nú er Danni smá nálagt Grétari. Þetta búið að vera svolítið recovery drag hjá Danna, byrjar annar, tekur fórustuna strax í fyrstu beygju. Smá kontakt á Grétar, en ekkert alvarlegt. Spurning hvort að ná að nýta sér drátti hérna, taka fram úr. Grétar tekur lokar varnarlínu. Danni þá á utaverðu virðist bara vera með meira grip. Faraði saman að það, Þetta er og Danni býður eftir honum. Þetta kryddar heldur betur stigakeppni spárátuna. Núna gæti verið að það sem ég sagði áðan sé rétt, að ef Hugo vinnur og Grétar endar í þessu seti, það séu jafnir að stigum. Þetta er tvísýnt, ég ætla ekki að dæma það. Nei, það eru aðrir með það hlutverk. Jep. Við skoðum þetta betur eftir keppni. Þeir halda áfram að berjast, Danni og Grétar. Grétar vítt hérna í fyrstu beygju. Grétar og Danni á 14. Grétar hoppar hann yfir keilu. Og fyrir aðeins í Danna hana. Þeir eru bara hlið við hlið hérna í gegnum alla beygjur. Danni reynir switcharoo á fáránlegasta stað og aftur nær því vantarlega með miklu betra exit. Það er hérna að koma með heila bíla fyrir framan. Hún er að taka sína línu. Ekkert að frétta hérna fyrir framan nema það að Hugo er búinn að taka fórustuna. Valli Matt þar fyrir aftan. Pálmar henni búinn að fara inn í pit. Pálmar henni búinn að fara inn í pit, já. Það hefur grætt á þessu hjá Danna og Grétari. Já. Hann hefði ekki verið að koma út í 5. sæti ef þeir hefði ekki lent saman. Sama hérna, síðast í hringur hjá Danna 2.08, þannig að 6 sekúndur, hann hefði verið svona 2 sekúndur fyrir aftan þá. Já, ég held að það verið mjög spennandi barátta á milli Pálmars og Jón Valdimars líka hérna síðasta hringinn. Já. Ég ætla að reyna að hendi í eitthvað svona driver of the day hérna. Já. Ég veit ekki, Hugo, Valli, Jónas. Já, sko Jónas er... Hvar byrjaði Jónas? Hann byrjaði svolítið niður að ekki, eða svona í miðjupakkanum allavega. Byrja á 7. Já, þið getur komið upp á stúkur að fjórðu tilnefningunni. Já. Halda áfram að berjast þetta Grétar og Danni. Skilja ekkert eftir. Já, Grétar og Danni á 13. hring. Nei, og Grétar næsir í hálfa sekundu þarna. Já. Áts. Það var þetta nánast búið nema að Danni gerir einhver stór mistök. En það verða nú engir eftirmælar á þessu, þar sem að Danni virðir heiðursmannaregluna sem við höfum í hávegi hérna innan samfélagsins. Það er, ef þú telur að hafi brotið á einhverjum þá. Já, menn eru strax byrjar að vóta hérna að dræða þetta í Hugo. Hann er alltaf að gera mjög gott mót líka. Og keyra feikna vel. Hver er búinn að græða sæti? Það er Jón Valdimars. Hann fær hérna 4. sæti í kosningunni. Já, það er nú ekkert mjög stór bíl á milli manna hérna. Í efstu... Grétar ætlar ekki að sleppa takkinu á honum hérna. Nei. Heldur betur ekki.
En hann þarf nú að gera það. Hann verður neyddur til að gera það á næsta beinakafla. Nei, og Sýnir sig Danni! þó, Danni missir pílið næstu því hérna. Það er bara hlifið liða. Ó, hvað Grétar, nei, Danni græðir á þessu. Já, Uss. Há fer Valli í línuna. missum að Hugo fara við línuna. Já. Frábær keppni á Hugo. Til hamingju við sigurinn. Heldur betur. Fyllilega skilið. Vel verðskuldað. Sýnist allt stefna í driver of the day fyrir Hugo. Sömuleiðis. Jónas Valdimars fjórði, Pálmarinn í 50. Nú kemur Danni yfir línuna á 70. Og Grétar 7. Jónatan 8. Hannes 9. Hann er á mjúkudækjunum núna, hann hefur pittað aftur. Já. Ætla hann sé að ná sér í hraðasta hring. Það er spurning. Nei. Nei, Hann missir að því. Addi 10. með hraðasta hring. Með hraðasta hring. Já. Það eru mikilvæg stig. Jöp. Því auðvitað er fallbarátta líka í annar deild. Já, Eiríkur Ingi kemur í mark og að lokum Bergur. Búið að ganga upp og niður hjá þeim félögum í þessari keppni. Jöp. Og já, þar höfum við það. 12 keppendur ljúka þessum, þessum vota kappakstri. Já. Það er rosalega feinu, fengum loksins rigningu. Já. Þar höfum við það, Hugo í fyrsta. Valli mætti í öðru og Jónas í þriðja. Og Hugo með þriðja hraðasta hringinn. Mér sýnist hérna Hannes vera með næsta hraðasta hringinn eftir Adda. 2.00.4.12 og Hugo 2.00.4.88. Nei, Danni hérna, 2.00.3.09. En við erum með Hugo í fyrsta, Valla Matti í öðru, Jónas í þriðja, Jón Valdimars í fjórða, Pálmarinn í 5., Danni í 7., Grétar í 7., Jón Anton 8., Hannes 9., Addi 10., Eiríkur Ingi 11. og Bergur 12. Já. Sir. Og ef þú gefur mér eina mínútu þá get ég komið með hérna að uppfærða stigatöflu. Já. Herru, hvað hérna ætlum við að hafa, já, Podium podcast, er það ekki Jú, er það ekki hefðin? venjan hjá okkur? Hugo, Jú, Valli, Matt og jú. Jónas. Já. Nú skellti mér hérna beint í replay. Já, þú kannski sér líka replayinu úr opnundeildinni, þannig að ég geti. Já, góð kvöldið. Góða kvöldi, og til hamingju með sigurinn. Þakka fyrir. Og annað og þriðasæti strókar. Já. Til hamingju, Hugo. Takk, smulegis. Fyrsti sigurinn. Ha? Fyrsti sigurinn. Ha, vel gert maður. Búin að ná í allar medaljur nema gullið og það var það loks að veruleika. Hvernig Já. líður þér eftir þessa keppni? Þetta var nú ekkert hlaupið að því. Nei, ég var ekki hlaupað þess. Ég fekk náttúrulega minni versta óvinn, bleitu. Já. En ég náði að taka þetta með rólautum. Vissur að Pálmarinn væri hann að vera fram að á mediundekjunum og ætti eftir að pitta? Já. Já, vissur það, og varst með einhvern í eyranu. Já, þess var ég ekkert að pússa, sko. Já, það er flott. Varst þú samt ekkert að sleppa honum frá þér heldur? Nei, ég var bara að reyna að halda honum svona keðvilega hjá mér svo ég myndi ekki missa hann í gegnum pittin. Já. Heldur betur gott. En Hugo, ég er með fréttir handa þér. Já. Núna ert þú í þessum tölu orðum komin upp í annað sæti í annarri deild. Einu stigi á undan félaginu Valli. Já. Hvernig líður þér? Takk. Takk. Já, það er eitthvað með þetta braut, hún small á hann hjá mér. Ég er búinn að vera djöðs vandræði með hana.
svo þegar ég fór að æfa hérna rétt fyrir 8. deildina, þá bara small hún. Já. Þá bara fór ég að ná að brjóta 2 mínútna múrinn og... Það er ekkert skemmtilegra en þegar að, já, maður verður eitt með brautinni sem maður að keyra. Nákvæmlega, en hins vegar var ég auðvitað stöðulegur að skamma mig, sko, og himmi líka fyrir línutna mína, sko. Þannig að... Já, en það var spurning hvort það heyrist í Valla Matt og Jónasi, hérna... Já, ég er hér. Já, í útsendingunni. Já, í útsendingunni. Heyrist ekkert í Valla Matt. Það var svo sett að... Nei, það var svo sett að þú ferði inn í partíð og í 3 punktana þarna, more. Það ferði í voice chat settings og share your voice og voru að gera allow þar. Svo sett í partíinu, þá... Kíktu bara á það hvort þú sést. Já, ætli Jónas þurfi ekki að gera það, en hann var að næla sér í sitt fyrsta pódium. Já, það var ekki það. Til hamingju með það. Já, share your voice, gera allow. Já, Allow. Þá leifir okkur að hlusta á því í útsendingu. Já, ég er með takk fyrir, fyrsta pótið. Já, það er vel gert. Já, hvernig var keppnið þín, Jónas? Þú byrjaði nú 7. Þannig að þetta er ekkert smá stökk. Nóttu betur, gerði bara fatta vel. Ég var alveg mjög stopp. Er það ekki? Mátti ekki bara að vera það. Netsnúrun að gera sitt núna? Já, ég neitt svo mikið. Og að ganga illa hérna undir hana keppnir, þannig þetta er stór sjálfstraustbúst. Já. Þú ætla líka bara fyllilega skilið. Þú gerðir eins og hérna. Höfðingi? Það var rosalega... Það var orðið sem ég var að leita á. Þegar þú komst fram úr Grétari þá flögstu áfram alveg. Á hvað dekkinu nú? Það var á Inters og hörðum svo. Var hann á höfnum? Já, þú sóttir svona rosalega Grétari þegar þið voru báðir á hörðum. Þetta var alveg, það var rosalegt, sko. Hann hefur ekki verið að finna sig í hérna þurrulínunni. Eitthvað svoleiðis. En kíkjum hérna á replayið. Danni átti rosaleg start. Já. Hann átti flott start. Já, ég bara veit ekki hver það var. Það er mögulega Eiríkur. Eitthvað hann í kringum þig, Jónas. Þessi, maður er alltaf skítrættur við þess að beygju startinu, sko. Já, hvað þá í svona bleitu? Já. Hann Pálmar hafa ítt óvart á vindíðundar. Hefur væntan ekki á hann. Já, okkur fannst þetta mjög skrítið. Já, Eiríkur ekki hann með fall start. Já. Kallinn að klikka eitthvað á dragsmaðþettum. Já. Og þá líka magla hvað allir fóru einhvern veginn, þú veist, jújú, aðeins að skrikja til og svona smá snertingar og annað, en það sneri engin öfugt á fyrsta hring. Nei. Vel gert. Já, það komst allir bara klekklaust í gegnum þetta. Við vorum líka bara orðlausir hérna fyrstu hringina. Já. Ég held að menn hafi keyrt mjög varlega og sérstaklega í fyrstu beygju. Það var svona... Já. Það var mjög svona fer og skver hann í gegnum hann. Skilabóðin sem ég fekk úr pittina mér var bara láttu kantana vera. Þeir eru sleipir. Akkurat. Já. Það er nefnilega... Og samt voru menn alveg grimmir yfir kantana hana í síðasta sekenninu. Já. Það var svona eini kanturinn sem ég þorði að taka, en allir aðri kantar, ég leit á bara, ég forðast á. Meira sem líka þeir eru orðin þurir, þá var strákurinn alltaf að skamma mig. Hvað, þetta er hrættu við kantana, farða á það og þeir eru orðin þurir. Eins og ég sé, menn eru bara að keyra sína keppni og það er bara... Já. Virkilega vel gert, sko. Flottar akstur. En var eitthvað spes í gangi þarna fyrir aftan mig. Ég heyrði stundum svona dæs og læti í strákunum í pittinum, en... Hvernig enn að vera með á eyranu, svona í tenniskeppni eins og þetta? Það ráa mig. Já.
ef ég er einn, þá bara fer ég að ofhugsa hlutina, stressa sjálfa mig upp og gera mistök. Þeir svona að halda mig niður á jörðinni. Bara, Rúnar, þú ert að gera vitleysu, laga þetta. Já, fyrirgefðu. Það er með öfugt hjá mér sko, ég vil ekki hafa neitt í eyranu bara upp á einbendinguna. Nei, nákvæmlega. Já, mjög erfitt með loftið. Hvað segirðu? Ég er erfitt með loftið, þannig. Já, akkurat. Já, stundum er maður alveg búinn að lækka alveg vel í öllum og Já, hann magnaði að geta haft eitthvað talandi við sig alla keppnina, sko. Já, Þeir eru nú ekki símálandi. Þeir svona... Nei, en svona, veist, þetta er sniðugt samt, sko. Já, þeir koma með punta þegar þeir sjá að ég er að gera vitleysu. Þú ert og býður hérna Rúnar, fara nær kantinu. Já, það er sniðugt. Það er eiginlega bara fallegt að heyra þetta. Gaman að þessu. Þetta er akkurat það sem að þetta samfélag snýst um. Já. Það var gaman að félagsskap Koranás. Já, nákvæmlega. Hörðu, en munið þið eftir einhverju sérstöku sem að þið vildu skoða? Heyrðu, það var eitt atvik sem að kom í kommentum. Svo, ég ætla að hækka þess í þér, Jónas. 12. hringur, Jónas og Grétar. Já, ég vissi að því sko, ég var að spá hvort það væri eitthvað fram að því. Já. Það var náttúrulega snúningur hjá Eiríki og Bergi þegar var verið að þegar menn voru að pita. Alltaf sé ekki 7. hringur. Nei, 50. Já, það er ákveð 50, 70. Ég ætla að við vorum bara 2 sem fórum inn á 4. þannig að... Það er Eiríkur að Nei, við vorum fleiri. Bergur... Ekki búinn að pitta. Bergur snýr á intermediate-stekkjunum. En þá var eitthvað sem það. Já, Var hann fyrir fram á þig þegar hann snerist úr á? Nei. Hann var á inters þegar hann snýrist, hann að fyrr, held ég. Já, það var... Það Það fór hann út af með Jónatón fyrir baks. Við tókum svo fram á... Þetta er fyrir sem sagt backstreitið. Eða á backstreitinu. Segja hring 4. En ef það segir mér eitthvað, veist, hver að pittaði Hannes? Eða keyrði hann á... Svo, hann pittar á hard, kemur inn á hard. Veist, ekki stoppa hann tvisvar. Jú, hann stoppaði tvisvar, hann tók síðan mjúkudekki í lokin. En tók hann ekki líka tímatökun á hard eða? Jú, hann tók tímatökun á hard. Já, ég frétta því. Það er sérstakt, já. Já, hann er búinn að vera eitthvað slappur, þannig að hann bara tekkaði rólega, sko. Já, ok. Og hann er búinn að tryggja sig efsta seti. Það er staðast. Já. Það er nú viðbúið. Þannig að það er ennþá barátta á hinum stöðunum. Já. Heldur betur. 4 stig á milli ykkar, Huggja. Já, það er rosalegt. Það er rosalegt. Og hrikaleg Þarna keppni. var það. Þarna kemur. Já, út í blöð. Já. Þetta er kantinn á mölin. mölin bara. Áts. Nei, Lengi á stað aftur. Já, festið á veggnum maður. Æ, kallinn. Svo held ég... Fyrirgefðu Eiríkur, ég veit þú ert hérna í spjallinu. Þetta var á aðalstreitinu örugglega hring eftir að hann kom út á hards. Já, þú gerir sögum mitt að gefa. Já, blautalínan í pittinum. Það var að passa sig svo á gjöfin út úr pittinum. Já, þarna komu nefnilega liðsfélagið mér til Bjargar. Þeir settu spólvörninni 5 ár nú ferð inn í pitt. Já. Svo þetta myndi ekki gerast. Já, það er góður punktur, sko. Ég var búinn að steingleyma því og það var bara hendinga, ég spólaði ekki. Já. En svo voru eins og Ester að segja mér að fara í þörulínuna að ég fór yfir línuna og fekk penalty. Ég var þörulínuna. Þá kom bara tilbaka, Rúnar, hvað ert að gera? Engin miskunn. Það var engin miskunn hjá pittinum í dag. Nei.
Við hérna á síðasta hringnum okkar á Intermedia þá lendi ég og Jón Valdimars og Gretar hérna í einum haug. Fóru aðeins saman. Já, má. Já, það kom allir heilvíti þessu. Já, en svo var líka Gretar og Danni, já. Já, alveg rétt. Það var á 13. hring, held ég. Já, Það var held ég atvikið sem við ætlum að skoða, en ekki... já, passar. Já, betur, það var hérna... Já, inn í hérna... Ekki næstu heldur þar næstu beygju. Já, við rétt náðum því hérna. Já. Það hérna... Já, næ bara inn í línu og... Já. Gretar áttu sig ekki á því. Lókar ekki nógu snemma. Þannig að... þá var það Gretar og Danni á 13. hring síðan. Það var í Chicane-inu síðasta. Já, við svo sem náðum því svo sem í replay líka í útsendingunni, þannig að þarna fer Pálmarinn inn á 13. hring. Já, og græðir rosalega mikið á þessu atviki, sko. Æ. Out. Það býður. Pálmar fór í pittina á bensin. Já. Hann var á medium. Já, láta þetta að taka hörðutekkin. Ítt og orð á medium, takk hann. Ok. Þannig, já, þetta hefði nú alveg getað orðið bara pódium fyrir Pálmar, sko. Já. Þetta betur. En hefði hann nú verið undan mér með hérna á harta, hefði ég nú... Já, þú hefði ná... Já, hörðu, þetta! Hvað var þetta? Hvað var þetta? Þetta var helviti fyndið. Bera hann ofan á keilu. Já, minnst nú mest fróðlegt að vita hvort hann hafi séð það svona inn í bílnum. Svona hoppa. Það fór ekki svona á keil. Nei, það var samt keila þarna í útsendingunni, sko. Hún er bara... Hann er bara búinn að keyra hana, búinn að keyra yfir hana. Já. Þetta hefur verið smá sjokk ef hann sá þetta svona líka, sko. Já. Það var hann mjúkt inn í bílnum. Eitt gott hopp. Eitt ollie. Eitt ollie. Já. En svo er ein erfið og leiðileg keppni eftir maður. Mér lakar ekki til. Já, það var svo sem gleðið. Það drippið aftur. Le Mans. Le Mans að grúp einum. Þetta er bara klukkutími, þið rúlið þessu upp, strákar. Já, við rúlum upp maður. Já. Fara að æfa þetta. Þetta er bara góð uppbytun fyrir hérna fyrstu deildina. Já, ég var ekki. Nákvæmlega. Klukkutíminn. Já, herru, Gunni, varstu búinn að séra replay úr fyrstu deild? Já, það ætti að vera komið. Já, skellum okkur í það. Meina ekki á opnumdeild. Já, opnumdeild. Já. Og þú segir bara jú. Já. Og hvað segirðu, Jói? Hvernig ætlar þú að fræfa þig? Herru, bara á miðvikudaginn. Ok. Nei, ég ætla nú að reyna að æfa eitthvað aðeins á morgun. Ég er alltaf kom heim á utan bara á föstudaginn, þannig að Það er ekki bara newsfeed. Já, getur gert það. En það er að íta my activity til að glitsa eða unglitsa. Þarna. Ekkert like. Júmullega léleg. Hvað er frum skilir að læka þetta? Takk og fyrir. Nákvæmlega, og takk hann mér, sko, hoppa yfir það. Gæti ekki verið meira dís. Ég man nú bara eftir Hauka og Ellatring. Þannig að ef að tjatti mann eftir einhverju meira þá endilega skelli því inn í tjattið. Er hann nýr í þessu? Já. Ég ætla að sé nú ekki nýr í leiknum, en nýr í samfélagi. Það er nýr samfélaginu. Við vorum búin að ganga svolítið lengi eftir honum að fá hann til að koma með okkur. Ok.
Já, Ólafur, á hvaða hring var þetta milli Svenna, Skúla og Heimir? Mástu það? Svenni og Skúli eru að koma úr pit. Já, Ólafur er að koma með hérna annað atvik sem hann... Já. Svenni, Skúli, Heim. Já, og þegar Skúli lendir á Svenna. Já. Það ekki. Jú. Ég verð nú að segja að þetta var nú pínu sigur fyrir bjölluna í kvöld. Já. Herru, ég hæpaði hana upp hérna fyrir keppni líka. Ég heyrði það. Það munur einhverjir mæta á henni í vor, ég spáði því. Alltaf hann fleiri en 2. Þegar ég búinn að sýna hvers megnu hún Já. Gæti orðið vinsæll. Æ, missir að bremsupunktunum. Já. Þetta er bara hans 3. keppni held ég. Já. Hjá honum. Hann er alveg með hraðan, alveg bara úrvarsdeildarhraðan sko. Hann er hraðasta tímatöku hring, bara. Já, í dag. Já, Í það er dag. rétt. Það er rétt sko. Og ef að rétt kemst undan. Og svo skýtu dekk. Akkurat. Og einmitt fyrir Schumacher-ressin, það vill ekki vera með skýtu dekk. Nei. En hann var duglegur að halda í hann, sko. Já, svo hélst Billy bara í 2 sekúndum sem eftir var. Já. Ég er búinn að sjá Heimir á æfingum, sko, alveg rosalega hraðan. Já, hann var hraður. Hann var bara að gera svo mikið af mistökum, svona mistökum. Ég held að það farið alveg 3 svar út af í keppninni. Já, Hann tók þetta 2 svar. Já. Og svo síðustu beygju einu sinni þegar Haukur fyrir víti. Já. Þetta var eiginlega bara einmitt ef að Haukur og Heimir voru þarna einu sem fór undir 58 og fór alveg vel undir hann sko. Já, póltíminn í annar deildinni núna hefði verið eftir þeim 3. Já. Ég held að Heimir hafi verið 57 ár í tímatökunni í 3. sæti. En við kennum bara vindunum Já. Sjáu þennan afturendamann, sæt. Erum við ekki búin að sjá nógu af honum, afturendar af honum í kvöld, eða? Jó, nei, hann var svo langt á undan mér, ég sá aldrei neitt í hann. Já, þú veit það. Tæknilega séð var rigning í báðum keppnum í kvöld. Allir það hafi einhvern tíma gerst. Var hún ekki aðeins öðlítið meiri í okkur? Jú, alveg mun meiri. Já. Það var samt faktisk ekki rigning í hvorri keppni, en hún var mun blautari brautin hjá ykkur. Já. Það bara bremsar á seint. Já, eða hver var það sem kom hann það? Já, það var Heimir, já, hefur ekki gert ráð fyrir þeim að það kom út úr pittinum. Sleppur ágætlega með þetta hann Heimir. En það var mikið sem gekk á hjá honum í keppninni. Já, þeim hefur. Hann er nefnilega búinn að vera nefnilega rosalega hraður á æfingum. Já, ég sagði það síðustu dag. Og ég líka bara Possen er búinn að vera með yfirbörðu í þessari braut ef það er róleg start, sko. Hann var líka bara með sko góða tíma á harddekkjanum til að mynda, sko. Já, þeir voru skuggalegir á æfingunni, sko. Já. Hver var á súpur hana? Palli Átó? Doddi. Doddi, já. Já, Doddi áttu frábæra keppni. Já, mjög góða. Komur óvart að hann skildi velja súpruna, sko. Já, ég hélt að hún þætti ekki góða, sko. Já. Eva var búinn að segja með það. Eva finnst alltaf bara engi bíl góður nema hann bara nissa þig. Þannig að ég þurfa ekki að hlusta á það. Nei, og þú veist, eflaust margir bílar aðri góður heldur en Nissan, en hún keyrir ekkert nema Nissan. En ég hélt ég myndi verið meiri vandræð með Ferrari í þessari braut, sko. Hann Danna. Já, Já, þetta er nú alveg. einmitt.
braut sem Já. maður myndi halda að hendi Ferrariðum. Já. Svo hraðar og hæga beigur í bland. Herri, loka atvik, Haukur, hringur 4. Loka beigja. Já. Já, heiminn. Nei, hringur 5. Sjá mér og Heimi. Það hlýtur að vera næsti hringur. Það var eitthvað látt. Já, það er Heimi hérna. Já. Þetta var fyrsta atviki á Heimi. Vá hvað hann kemur hratt. Nei, hefur Já. Kemur. Sér bílið og slær af bremsunni. Haukur fyrir líka vítt, sko. Já. Já, hann er En alltaf hann- aðum að... Já, Æ, svo Já. festist það með vegginn. ægir. Hann hefði kannski náð beigjunni en hann er að fara alveg vel út í eitirlínuna og þannig. Hann hefði hoppað yfir eina keilu hann. Held Já, ég. sannlega. Já, svo leiðilegt að maður festið svona vegnum líka. Já, það er alveg Það ríkar. er pyrrandi. Blæðir sekundum, sko. Sannlega er gott að æfa einmitt með sko GTS í stillingarnar. Það sem að er sko, sem að réttir sig ekki af á veggnum. Já, Já. Þannig að maður vennist í nú ekki. já, autokorrekt. Já, akkurat. Autocollision. Já. En annars bara, já, takk fyrir frábæra skemmtun í kvöld, strákar. Já, Þetta var- Betur. Já, bara, takk fyrir okkur. Sömuleiðis. Og til hamingju með til hamingju hérna aftur, pódiuminn Hugo. og Takk. Góða sigurinn. lýsingu. Bara sömuleiðis, okkur. Yes. Bara þakku til næst, þetta verður rosalega loka umferð í annari dild. Heldur Já, betur. svo spennandi. Erum við aftur, mætt hérna annað kvöld, 9:30, fyrsta dild og svo sama tíma við vikudeginum tekur úrvarsdeildin við. Takk fyrir að vera með ykkur í kvöld og já, sjáumst næst. Morgun. Yes, takk fyrir.